1, 2 og klippum. Glæsileg innisundlaug og pottaaðstaða og annað. En einn áfanginn í þessu mikla mannvirki sem Stapaskóli er. Hvernig hefur þetta gengið? Já, þetta stóra áfangi sem við erum að klára hér í dag og við hófum þessa undirbúningir 2016. Þetta er búið að taka ansi langan tíma. Við tókum skólann í notkun 2020 og 2020. Íþróttahúsið í október, í framhaldinu bókasafnið í janúar og svo nú í dag flóknasta verkefni sem tekið í notkun sem er búið að taka ansi langan tíma. Hvað geturðu sagt okkur þetta sundlauga mannvirki? Það er svolítið svona nýstálega hönnu, við erum með allt tæknirými á jarðhæð og lyftum sundlauginni eina hæð í raun og veru. Þannig að það er samt gott líka með aðgengi að tæknibúnaði, flóknum tæknibúnaði sem þarf að komast að. Og svo erum við að nýta þetta bara útsýni til beggja átta og svo horfum við til sunnanáttar ef það kemur og þegar það kemur gott viður, þá nýtist það hér. Hvað er þetta stóru laug? Þetta er 25 metra laug. Það er ekki hugsað til keppnissunds en þetta er kennslulaug og svo fyrir almenning. Og 3 pottar sem er 4 eða 5 vaðlaugar? Já, 2 vaðlaugar, 1 inn og 1 úti og svo eru 2 heitipottar og kaldur og svo erum við með gufubað, infrarauðaklefa og sána. Er þetta opið fyrir hverfið eða bara alla bæjarbúa? Já, það var það sem var aðalhugsunin með Stapaskóla. Þetta væri svona hverfamiðstöð. Þess vegna er þessi skóli aðeins stærri heldur en það þyrfti að vera í raun og veru og svo er bókasafnið fyrir almenning og svo er þessi sundlaug hugsuð fyrir almenning líka. Þannig að það er að opna mikla þjónustu fyrir bæjarbúa hér. Ég ætla að segja við erum komin norðan við 5 milljarða núna í þessu verkefni. Það er endalegu uppgjör eftir og framgangur. Svo er leikskólinn sem er eftir, 120 barna leikskóli og það er líka verið að stækka frístund og það er verið að gera ýmislegt, verið að stækka og fullnýta og fullgera í raun og Stapaskóla með þeirri framkvæmd. Og kostnaðaráætlun á þann skóla var 1450 milljónir. Þannig að mikla framkvæmdir og kostaði mikla peninga en þetta er mjög vaxandi sveitafélag og þetta er náttúrulega búið að vera þörf framkvæmd í svona einu, hvað getur við sagt, mest hraðvaxandi hverfis í Reykjanesbæ. Já, það er mikið kallað eftir þjónustu og það vantar auðvitað bara hverfisbúð og fleira sem það verið óskandi að eitthvað þjónustaðalega myndi taka sér til og fá lóðir hjá okkur og efla þetta samfélag. Þetta er orðið yfir 5.000 manns hverfi í raun og veru og nýtist klárlega þeim og öðrum bæjarbúum sem og bara gestum bæjarins. Og byggðin, hún tegir sig enn meira í átt á Vogum á Vatnsleysuströnd í austur getur við sagt eða ekki og hvað eru komið langt þangað? Við erum komin út á enda, við förum ekki lengra núna, við vorum að úthluta dalskverfi suður sem er seinni áfangi dalskverfis. Við erum ekki að fara lengra til austurs. Það er við ætlum að þétta upp á Ásbrú og svo erum við með þéttingarsvæði í Reykjanesbæ sem við ætlum að snúa núna. Hvað er næsta stóra verkefni hjá ykkur? Við erum að klára Myllubakkaskóla og Holtaskóla, það er líkum mest á því. Drekadalur í algjörum forgangi þetta árið. Svo er bara þegar við erum búið með þessi verkefni þá þurfum við að fara að huga skóla upp á Ásbrú, skóla í Hlíðahverfi og bara halda áfram uppbyggingu í sveitarfélaginu. Ég haldar að það er ótt að segja að þetta sé gleðidagur enn eitt stóra mannvirkið tekið í notkun eða hluti af því og það er mikið í gangi. Það er rosalega mikið í gangi og þetta er bara mjög gleðilegu dagur, loksins er komið aðeins. Þetta er stór og mikil framkvæmd Stapaskóli og sundlaugin sem er verið að taka í notkun núna. Eitt liður í því. Hvernig hefur þetta svona á heildina gengið og hvað er eftir? Þetta hefur gengið bara ágætlega. Það er svona ýmislegt sem hefur komið upp á eins og gerist í stórum framkvæmdum og við höfum auðvitað eftir að vinna líka bara í gegnum það. En það sem er eftir eru kannski bara svona smá hlutir, en við fengum öryggisúttekt og þessa úttekt sem varð þess valdandi að við gátum opnað. Þannig að við erum bara afskaplega glöð með það. Risastór skóli, sundlaug og leikskóli eftir að koma, nýtt íþróttahús. Hvernig horfur á þetta svona fyrir bæjarbúa? Ég horfa á þetta sem, þetta er miklu meira heldur en bara skóli, íþróttahús og sundlaug. Þetta er samfélagsmiðstöð hérna fyrir risastórt hverfi þar sem búa 5.000 íbúar
og við sjáum það að þetta orðið svona samveru staður fyrir fjölskyldur og líka við sjáum eldra fólki fara að koma hér að ganga á efri hæðinni í íþróttahúsinu, þannig að ég horfi á þetta sem meiri svona samfélagsmiðstöð með bókasafninu, sundlauginu og öllu þessu heldur en bara eitthvað mannvirki. Þú glemdu ég á bókasafninu, þannig að en þetta var eitthvað svona kannski sem að þið hugsuðu þessa framkvæmd náttúrulega sem nauðsynlega í þessu stóra og mikla vaxandi hverfi. Já, algjörlega. Það er mjög mikilvægt að hafa stað eins og þennan í svona stóru hverfi. Og hvað næst þá? Það stór framkvæmdir, stór verkefni framundan líka? Mjög stór verkefni framundan, en það sem við kemur þessu mannvirki að þá sjáum við fyrir okkur af því að nú eru útboðsgögn að vera tilbúin fyrir 3. áfangan að við vonandi getum farið í að bjóða það út núna seinna á þessu ári og að framkvæmdi þá geti hafist svona á næstunni, en við erum auðvitað í þeirri vinnu líka núna bara að horfa í það hvar mikilvægast að byggja upp, þannig að það kannski líka eitthvað sem við þurfum að horfa til. Þannig að það ekki endilega kannski, er það ekki mikilvægt að klára leikskólan sem á að koma hérna? Það er mjög mikilvægt að gera það. Þetta heilstæður skóli frá 2 ára og upp á 16 ára, þannig að það er mjög mikilvægt að við klárum þetta. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is.